Staða kvenna á 19. öld. Þetta Guðríður Jónsdóttir, húsfreyja í Reykjavík. Hún gift Jóni Guðmundsssyni sjómanni. Þau eiga saman 2 börn, tvíbura sem heita Sigríður og Sveinn. Árið 1849 missir Guðríður foreldra sína í hræðilegu slysi. Bróðir hennar, Sigurður, erfir foreldra þeirra en ári síðar, 1850, voru samþykkt lög sem kváðu á að dætur fengu jafnan erfðarétt á við syni. Jón, eiginmaður Guðríðar, hafði allan ráðstöfunarrétt yfir búi fjölskyldunar. Hann gat eytt peningunum í hvað sem hann vildi. Árið 1900 fengu konur þó rétt til séreignar en eiginmaðurinn hafði ennþá yfirráð yfir eigum búsins. Konur fengu í mesta lagi helmingi minni laun en karlar fyrir sömu vinnu. Vinnukonur fengu yfirleitt 1/3 af launum karla eða í mesta lagi helming. Matarskammtur þeirra var líka minni. Oft gengu konur þó í sömu störf og karlarnir. Þær voru ódýrara vinnuafl. Árið 1720 komu lög að konur ynnu karlmannsstörf ættu þær að fá sömu laun og þeir, en ekki var farið eftir því. Árið 1874 var Kvennaskólinn í Reykjavík stofnaður, sem gerði það að verkum að Sigríður gat stundað nám í fyrsta skipti. Sveinn var nú þegar útskrifaður úr lærða skólanum. Í Kvennaskólum var þó megin áhersla lögð á að konur undirbyggu sig fyrir framtíðarhlutverk sitt sem húsmæður. Þar lærðu þær hannyrðir og matselt ásamt almenni menntun. Námið var þó dýrt og alls ekki allar konur höfðu efni á að stunda það. Draumur Sigríðar hafði alltaf verið að verða læknir. Og árið 1886 fékk hún tækifæri til að stunda nám í læknaskólanum og taka próf þaðan. Hún fékk þá hvorki námsstyrki né að starfa við embættið. Sveinn hafði nokkrum árum áður útskrifast úr læknanáminu, fengið námsstyrk og starfaði sem læknir. Árið 1911 fengu konur rétt til menntunar, styrkja og embættisstarfa til jafns við karla. Jón Guðmundsson hafði farist á sjónum haustið 1880 og því var Guðríður ekkja. Árið 1882 fékk hún ásamt öðrum ekkjum og ógiftum konum sem stóðu fyrir eigin búi kosningarétt til sveitarstjórna og sýslunefnda. 25 árum síðar, eða árið 1907, fengu giftar konur einnig kosningarétt til bæjarstjórna. Árið 1908 bauð kvennalistinn svo fram í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík og vann stærsta sigur allra flokkana. 1909 fengu svo allar giftar konur og vinnukonur sem greiddu útsvar rétt á að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum allt land. Created using Powtoon.